Finnur meistari. Já. Hvar viltu sitja? Nei, þú... Nei, þú ræður. Ég sést bara hér. Bara ég fylgi hérna. Herri, ég ætla að íta hérna sælend. Þú fórstu úr skónum þarna? Já, ég ætla bara að gera það. Vildur ekki þessi í minn? Nei. Ok. Herðu. Jeps. Já, líka bara, þú veist... Já. Herðu, byrja að sjá. Hérna... Við erum að tala hljóðutin, bara nýr sími, sko. Ég var að fá hann bara í gær. Ónáði ekki. Kveikja. Það allt í lagi þó hringi. Ok. Hæ. Er byrjað að taka það? Já, ég held það. Það er vist bannað að drekka kók og Pepsi hérna. Já. Hver setur það reglur? Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Ég styð það reglur. Aha. Óhyggjað. Maður verður nefnilega stundum að drekka svona kók. Ég er með fullt af nikotínu allavega. Þú ert einmitt, ég hef heyrti tala um þetta áður. Þú ert svona kókisti, svo satt er. Nei, Ekki? aldrei. Drekk rosalega sjaldan kók. Ég drakk einu svona diet-kók eða eitthvað. Nei, þú sagðir svona, þú veist, þetta er svona að maður verður að fá sér svona stundum. Já, hefur heyrt það í þættinum? Nei, bara, þú veist, þú almennt, er það svona eitthvað, ég tengi þetta allt í einu við eins og bara það að fá sér kók endur eins, það er eitthvað svona. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Já, ég verður ekki sagt það áður að maður eigi svolítið að fá sér stundum sko til að svona mixa þetta eitthvað. Kók. Já. En til að þú DJ, eða ekki? Nei. Varstu aldrei DJ? Nei, Í ég hef alvöru? aldrei haft það. En þú ert Atvinnu. heimspekingur. Já, ég er lærður heimspekingur. Já, það er svona einhvern veginn, þú veist, ef maður titlar sér samt ekki sem slíkan, sko, þú veist. Já, hvernig er það? Það er Er það svolítið bara svona- eitthvað halló? Já, þú veist, þetta er svona, ég veit það ekki, en ég trúi samt alveg í dag að fólk, þú veist, fólk ástundar heimspeki, fólk iðkar heimspeki, þú veist, það er, já, fólki finnst þetta kannski bara svo stórt orð eða stór titill, þannig að kannski fólk hefur, en jú, heimspekingur, fólk titla sig sem heimspekinga, en ég veit alveg suma sem að frekar titla sig sem, já, eitthvað annað. Mér er samt svo magna á að fara í heimspekina. Eða sko, Já, fyrir mér ert þú alltaf, náttúrulega svona, alltaf í ógeðslega flottum fötum, geðveikum fötum, með ógeðslega góða fagurfræði. Svona tilfinningu fyrir fagurfræði og svo líka dansari og svo kemur heimspekin þarna inni. takk fyrir það. Mhm. Já, ég hérna fór uppálega í heimspeki bara, þú veist, að því að það var allt svo vítt, þú veist, ég var einhvern veginn, já, það var einhvern veginn, það voru svo margir möguleikar, þú veist, það var allt einhvern veginn opið og ég vissi ekki nákvæmlega hvar ég átti að njörfa mig niður, þannig ég hugsaði með mér að það væri gott að fara inn í eitthvað þar sem að, ég veit það ekki, ég þurfti eitthvað svona yfirsýn, þú veist, ég þurfti að gangi inn í eitthvað mjög vítt og síðan bara er þetta nám bara þannig að þú veist, ef að þú já, bara þú veist, árin yfir sig var maður bara búin að klára eitthvað bíðana, skilurðu, og þá var maður svolítið komin í ákveðin fasa, en þú veist, að því að heimspekin er svo opin, þú veist, þú getur farið hvert sem er, þú getur gert hvað sem er og hérna, en ég veit það ekki, það er eitthvað svona rannsóknarhugur í mér, þú veist, það er eitthvað svona, ég er með svolítið svona kryfjandi og leitandi huga, hef alltaf haft.
Þannig að þú veist, vog og rísandi vog, já. Einmitt, sko. Og síðan bara, þú veist, já, svo bara áðurinn ég vissi það, var ég bara einhvern veginn komin, þú veist, í meira nám, þú veist, og einhvern veginn því meira sem að maður lærði, þú veist, því minna, einhvern veginn, ég vil ekki segja því meira sem maður lærði, því minna veit maður, en þú veist, þú veist, maður er aldrei búinn á neinu, fattarðu, þú veist, þetta er hérna, og svo er líka svo mikil persónlega áskorun að tengja, þú veist, heimspekina sem fræðigrein, sem akademíska grein, þú veist, við þig og sem einstakling og hvað þú vilt gera við lífið og hérna. Hvernig þá? Ég skil ekki alveg. Bara, þú veist, bara með fólk almennt, þú veist, sem fæst við eitthvað, sem að, hérna, tekur ákvörðun að læra eitthvað ákveðið. Þú veist, á hvaða forsendum er það að gera það og þetta er svona mjög já og hvað er það sem þú ert að fást við? En býtu, þú tókstu masterinn líka út? Já. Hvert fórstu aftur? Til Hollands? Nei, ég fór til Belgíu. Ég fór fyrst til Þýskalands. Já. Ég fekk eitthvað svona datstyrk, fór í hérna þýskunám í Leipzig og svo sótti ég í framhaldsnám í Belgíu af því að það var deild þar sem að sérhæfi sig í hérna húsararkífurnar eru staðsettar meðal annars í Löfen eða Louvain sem er flæmskur hluti Belgíu handritasafni húsar sem er svona upphafsmaður fyrirbærafræðilegar eða svona klassískara fyrirbærafræði 20. aldar eru þar, þannig að það er svona rosalega mikil grasrót þar og mikil rannsóknastarf og þetta var eina deildin sem ég gat séð sem var með þessa sérhæfðu þekkingu þar sem kennt var á ensku af því ég bara, þú veist já, ég veit ekki, þú veist ég reyndi mitt besta, sko, við að læra þýskuna og frönsku en ég einhvern veginn og það tók mig alveg 1,5 ár bara, þú veist, að koma mér upp svona orðaforða til að skrifa á ensku og, og hugsa á ensku og þú veist, þetta er alveg svolítið svona þannig að þar, já, tók ég þess MA-gráðu og svo var þess að þetta er svolítið svona leiðileg og óþarfleg saga en það er samt svona skýrir af hverju námið mitt varð uppsett með þeim hætti sem það varð en þess að það var verið að breyta svona akademísku formati í háskólum í Evrópu þessum tíma og þannig að 2 ára meistaranámi var umbreytt í sagt, 2 aðskildar gráður, MA-gráða og svo var síjað inn í MPhil-gráðu sem átti að verða eitthvað svona dýnamist prógram fyrir fólk til að þróa verkefni til að gangi inn doktorsnám. Þannig ég kláraði þess að MA-námið og MPhil-námið og svo var ég bara svona ekki alveg viss, sko, ég vissi alveg ég myndi gangi inn í doktorsnám en ég vissi að það gæti ekki gerst alveg strax. Þetta var svona, þetta voru nokkur ár, þú veist, þá var ekkert frí, rosa mikið álag, kyrrseta, einvera lestur og svona. Þannig að hérna, en, já, það kallar rosalega á mig að halda áfram. Og ég er svona að þróa, þú veist, hef verið að þróa bara mitt rannsóknarsvið. Hvað er það sem ég vil fást við og mögulega hérna skrifum og miðla og svo framvegis. Og svo einhvern veginn með maður líka bara svona í tímans rás. Þú veist, er ég að koma dýpri spurningar. Þú veist, hvað er það sem ég vil, af hverju er ég að fást við þetta en ekki hitt? Mér er svolítið flott sem þú sagðir áðan að maður þarf að finna svona einmitt hvað þú vilt fara að rannsaka. Það hlýtur að þurfa að vera svolítið svona mjög nálægt þér mikill áhugi á því, á efninu. Já, ég meina, þú veist, ég fór ekki verkfræði, skilur, eða starffræði, þú veist. Þannig að, þú veist, auðvitað hefði ég alveg getað fengist við eitthvað annað og ég ofta spurt með því, af hverju fór ég í heimspekina, þú veist, en ég held eitthvað svona narratífa sem ég er búin að segja sjálfur mér, en hún er kannski ekki sönn. En það er eins og því ég var að alastu upp, því maður var barn og unglingur, að það sem ég var ekki sterk í, það var það sem ég mjög fannst ég þurfa að læra. Það er eins og bara svona analítisk hugsun, að koma hlutunum frá mér skilmerkilega, þú veist, í ræðu og riti, skilurðu, þú veist, að tjá sig
Varst ekki sterk Fattarðu? í þessu? Þú veist, ég var það kannski en ég gerði það öðruvísi, þú veist, Já. ég gerði það með gegn teikningar, Einmitt. gegn söng Dans. og dans kannski, þó að það hafa kannski ekki komið til minni og kannski bara svona aðeins setna, en Má ég spyrja dansar ennþá? sko já, ég er náttúrulega sjúk í það. Já, ég veit það. Þú ert dansari, sko, held ég. Já, ég meina það er það sem að, þú veist, það er meðalið mitt. Já, ég er líka sjúk í að dansa, en maður er ekki að fara eitthvað að dansa, svo leðilegt. Já, mitt, maður gerir það kannski ekki lengur. Nema, jú, náttúrulega á skipulega viðbyrði. Eða, Hvað þú ert að fara eftir eitt, eða? Nei, hefurðu þú veist, tekið ég hef því? bara, sótt vestur Afríska danstíma alveg stíft, sko. Já, Undanfarin ok, 20 ár. í kramhúsinu. Já. Ertu ennþá þar? Nei, ég nefnilega, því miður hef ekki verið að fara þangað í svolítið tíma. Út af bara öðrum ástæðum, sem sagt, bara út af, Einmitt. já. En þetta er svo flott blanda. En það, þú veist, ég verð bara að segja það, þú veist, ef ég mætti ráða, þú veist, þá færi ég, já, allavega, þú veist, einu svona ári til Vestur Afríku, bara að læra, þú veist, þetta er alveg ótrúlega, já, bara þetta er meðalið mitt, það er hreyfing, þannig að, ég veit ekki hvað það er, sko, en ég hef svolítið verið að vanrækja það samt, undanfarin ár. Í dag er þetta meira bara svona tilfinning, sko. Ég held samt, þú veist, svo flottan, þú veist, eða svo, ég held eins og til að verða góður heimspekingur held ég að sé svo gott að hafa svona mikið sans fyrir fagurfræði og þessa góðu líkamstengingu. Já. Þetta verður ekki bara gert með haustnum, eitthvað neginn. Já. Þú veist, hugsa, veistu hvað ég meina? Eða það er mín, þá ég viti rosalega lítið um heimspeki, en þú ert, sko ef við tölum nú bara svona á almennu nótum, þú veist, ef við setjum til hliðar starfseti og titla, að þá ert þú samt heimspekingur í þér, Emma. Allir, það er ekki þá. Jú, ég meina, jú, á sinna átt. Já. En Ég var alveg lesið eitthvað, en ég held að, þú veist, til að verða svona virkilega góður heimspekingur, einmitt þarftu að, þá held ég að þetta sé svo gott. Af því að ég meina maður, þú veist, þegar maður er að leita fegurðar, það er, þú veist, ég held að þar sé maður alltaf að nálgast sannleikan. Fegurðinni. Það er örugglega einhver heimspekingur sem hefur sagt það. Já, og ég lesi þetta Já. eða eitthvað. Já, einmitt. En við hittum stundum í bónus og eitthvað tímann voru að tala með mitt The Body Keeps the Score og þá varst þú í einhverjum pælingum. Já. Með heimspekilega vinkil á það og hvað var það? Er það þessi fyrirbærafræði? Ég veit ekki einu svona hvað er. Já, mitt, guð, það er svo margir fletir, sko, ég man náttúrulega eftir því þegar við hittumst í bónus. Við hittumst mjög oft í einhver svona bónus. Það var yndislegur hittingur. Já, og erum alltaf að tala óslega mikið saman innan kókbús. Já, það er allt svo gott að hitta þig. Sumleiðis. Ég pínur þetta mikrofónin. Já. En þarna, já, þá hefur verið eitthvað svo... Já, þetta er eitthvað svona, þú veist, ég held að, þú veist, að því að hugunum þinn er ekki svona stífur, hann er svona opinn og svona sveigjanlegur. Að þannig hugur getur kannski sett allt inn í heimspekina og farið að rannsaka það. Er það ekki? Á hún ekki möguleika, á heimspekina möguleika á að taka allt inn, er það ekki? Eða hvað? Jú, það er ekkit undanskilið í raun og veru. Nei, er það nokkuð? En ég finn alveg, samt þegar ég er að spyrja þig, þá finn ég alveg að ég veit eða ekki hvernig þarna á að ræða þetta, heimspekina. Af því ég veit ekki nógu mikið til að, þú veist,
spyrja ykkur spurningar sem getur verið gagnlegar. Einmitt. En hvað heldur framtíðina? Hvernig líst þér á þetta? Að fólk kunni ekki lengur að lesa og er þetta ekki spennandi? Já. Og að krakka sér læra svona mikið á YouTube og TikTok. Einmitt. Mér finnst að ég er svo opin fyrir þessu. Já. Þú veist, ég er alveg til í að vera bara, já, það er eitthvað nýtt að gerast. Að þetta sé ekki eitthvað hræðilegt. Veistu hvað ég meina? Já. Ég held að það sé mjög gott að vera þannig. Er það ekki? Er heimspekilega, þú veist, heimspekingurinn getur sagt bara, já, það er gott að horfa á þetta þannig. Ja, mér finnst hitt loka öllu. Bara, já, þetta er mjög slæmt. Það er eitthvað hræðilegt að gerast. Já, einmitt. Hvernig getur við látið alla lesa? Og lesa hraðar og eitthvað svona. Já. Já. Lestur. Upplýsingar. Vissulega, ég menna ég á dreng sem er að 12 ára og veist, ég finn það er ákveð rof sko á milli þess hvernig ég elst upp, hvernig hann elst upp. En svo verður líka sem hann býr við í dag, veist, hann er mér alveg óaðgengilegur við svona hátt af því að ég skil hann ekki. En vissulega, ég vil vera opin og sjá, þú veist, sjá einhverja nýjungar þar, skilur frekar en að reyna að fella það inn í ákveð form sem að ég hef fyrirfram gefið. Einmitt. Eitthvað svona, við horfum á langar bíómyndir. Já. Nú erst þú bara að horfa á okkar 30 sekúndna klipp. Einmitt þessi, já. Þetta er svona einhvern veginn, já, þessi pælinga allt sé að fara til fjandans. Já, ég meina akkurat sko. En þú veist, ég veit ekki, man ekki hver það var eitthvað sem var að tala daginn. Já, ég var að labba með vinkonu minni upp Vestugutuna á sólríkum degi, hún var með barnavagnin. Þá hittum við 2 ónefndar systur. Var mörg kynslóðabíl á milli okkar og hún var að tala dóttur sína sem er að vinna dóttursverkefni í þú veist, hún bara með puttana á púlsinum, þú veist, hvað loftslagsmál og allt svo les. Og það mér kom svona ákveðin, sko, ég man ekki nákvæmlega hver setningin var, en þú veist að þetta væri nú bara allt miklu verra heldur en við í raun og veru heldum, sko. Vistkerfið og plánetan okkar og lífheimurinn okkar. Veist, þannig maður veit alveg af því, þú veist, það er vá fyrir hendi. Já. Þú veist, við skynjum, við sjáum alveg, þú veist, það er ákveðin atburðar á sem að er einhvern veginn bara farin af stað. En við samt sem áður líka, þú veist, þurfum að finna leiðir til þess að kannski mögulega sveigja framgang heimsins, þú veist, frá hinu ókunna. Já, einmitt. Ég er rosa bjartsýn, sko. Já. Sem er bara glæpur, held ég í dag. Maður á bara að vera svartsýnn og minnst næstu eins og maður eigi að finnast þetta allt vera að fara til fjandans og að sé að koma heimsendir. Akkurat núna þegar ég lifi, þá kemur náttúrulega heimsendir. Þú veist, þetta er ákveðin þrá í manninum. Já. Og ég einhvern veginn, já, ég er bjartsýn. En hvað þú veist, hvaða pælingum ert þú ert náttúrulega alltaf að spyrja spurninga bara sem heimspekingur, eða? Já, þetta er svona, þú veist, námið sem slíkt, þú veist, þess að þegar maður líkur námi, þú veist, ef maður á að fara að hugsa, já, vissulega, þú veist, maður þarf að spyrja spurningar og
það er svona ákveðin svona, þetta er svona svolítið svona, það er ákveðin fyrirframgefin þekking sem að við, þú veist, búum að í dagstæðulegu lífi og sem að skilgreinir okkur sjálf og heiminn sem við lifum í og bara sjálfskilning okkar, þú veist, hvað er að vera til og hvernig okkur að líða og þú veist, hvað er að fara að verða með heim og allt. Og er það bara eitthvað svona tísku fyrirbrigði sem er bara háð því tímabili sem maður er upp á? Þá hvaða fyrirframgefna þekking er fyrir hendi hverju sinni? Já, eflaust. En svo er svona ákveðin, þú veist, það sem ég kalla svona djúpsaga, þú veist, það er það eru vissar hugmyndir sem við bara einhvern veginn göngum að sem vísum, bara eins og manstu þegar við hittumst í Bónus, þú myndist á bókina þarna, The Body Keeps the Score, þú veist, það er einn bara svona dæmi þú veist, nýja nálgun, fattur þú veist, bara alveg nýjan skilning, þú veist, á hvað það er að vera líkami og hvað það er að þú veist, upplifa og vinna úr og svo framvegis og til dæmis bara innan vísindagreina, þú veist, það eru mjög fast skorðaðar skilurðu leiðir til að þannig að þetta er kannski bara svona þetta er svona eitt hlutverk, þú veist, heimspekinni, það er bara gagnrýni hugsun, gagnrýni á þekkingu, sérstaklega vísindalega þekkingu. Já, er það? Já, mér finnst það. Það er stórkostlegt. Já, mér finnst það. Óslega mikilvægt. Mjög mikilvægt, já. Já, af því að við erum eitthvað svolítið, Af því að þú veist, heimspekin er, þú veist, að hluta til vísindagrein, þannig hún hefur rödd og þú veist, það er náttúrulega þverfælegt samstarf á milli heimspekinnar og annara greina, þannig að en fólk kannski áttar sig ekki alveg á því, þú veist, en bara já. Og líkaminn er aðeins að koma líka inn í háskólan. Já. Hann var náttúrulega alveg, þú veist, var engin líkami í háskólanum. Akkurat. Þú veist, svo það er eitthvað, ég heyrði mitt einn sem er að skrifa ég veit ekki hvað heitir, en það er að tilfinningar hafi, þú séu rök, sem er eitthvað svona, þú veist, síðustu 20 ára eða eitthvað, ég veit ekki, frekar nýtt. Já. Að tilfinningar hafi rök. Já. Og einmitt, við náttúrulega, við göngum bara að ákveðnum mannskilningi, okkur er bara kennt hvað það er þannig að það má alveg segja það, ég vil ekki vera of gagnrýnin, sko, en það má alveg segja það, við göngum bara að vissum kenningum, skilurðu, það hvað það er að vera líkami, hvað það er að hafa huga, hver tengingin er þarna á milli, þú veist, að þetta sé eitthvað tvennt aðskilið, að þetta sé eitt og svo framvegis. Þannig að mér finnst allavega fyrirbærafræðin það sem heilla mig við hana og hefur gert frá upphafi er svo hversu róttæk hún er með tilliti til þessa og Nú vita hlustundur á Grimm og Snar eða þú veist einhverjum en ekki allir, ekki ég hvað fyrirbærafræði er. Ég veit, það er þú veist, ég reka hann alveg aftur til Aristótelesar, þú veist, þetta er í raun og veru, það talaði að svona klassísk fyrirbærafræði hafi fæðist svona kringum, svona milli 1800 og 1900 og hún er rakin til Husserl, Edmund Husserl, en hann síðan tekur upp ákveðna fyrirbærafræði sem það sem kallaði svona austurísk fyrirbærafræði undir leiðsögn Frans Brentano sem var sérfræðingur meðal annars í heimspeki Aristótelesar og hún er alltaf búin að fara í gegn mörg skeið, hún er síðan tekin upp af heimspekingum í Frakklandi og það er svona svo fyrirbærafræði sem að þú veist hefur orðið mjög vinsæl, þú veist það er fyrirbærafræði skynjunar sem Merleau-Ponty þróar. Hvað er það bara, amaskynji? Hann tekur upp þessa hugmyndum meðal annars, þannig að margt sem hann gerir og hann skrifaði rosalega mikið en þú veist, hann svona er svolítið trademarkaður sem
þú veist, þessi áhersla á hérna hinn lifandi líkama og þú veist, hvaða að vera líkami þetta svona já, Hvað það að vera líka með? það holdið, þú veist, holdið í raun og veru, Holdið veikt. já, holdið lifandi. Var það ekki biblían? Holdið veikt. Ég veit það ekki, ég nefnilega ekki ná vel að mér í trú og sögur, sko. Holdið líka minn lifandi. Líkaminn lifandi. Já. Og líka minn deyr. Líkaminn deyr. Já. Hvað heldur þú? Hefur þú svona... Líkaminn sko, ég veit eitt að það var alltaf verið haldið fram að við höfum bara eitthvað svona 5 skinnfæri. En við höfum eitthvað svona 1 trilljón skinnfæri. Einmitt. Svo, og líka finnst mér, þú veist, eins og á innri sviðum, þá líkaminn, sko, þá finnst mér líkaminn vera bara svona, takk fyrir, hérna, þá finnst mér líkaminn á innri sviðum, þá hann galaxy, sko, þá hann, þá hann óendalegur. Innri sviðum og líka síðan kannski ytri sviðum líka, ég veit það ekki, mér finnst líka mér bara, hann mikil mysteri allavega og hérna og hljóðfæri og svo framkallast alla tilfinningar í líkamannum sem náttúrulega bara upplýsingarnar okkar bara okkur og umhverfið í daglegu lífi. En þú veist, til dæmis eins og þegar fólk traumatized, þegar í áfallastreitu, þá svona, þú veist, það kallar reikskynjarinn, þá hann svona bilaður, svo fólk að fá svona óttaviðbrögð þegar á ekki verið að fá óttaviðbrögð, eða þú veist, það óþarft. Já. Og þá hann að skynja svona vittlust, en hann eitthvað svona mega skynjari, en síðan hann vítt, finnst mér. Mér finnst hann vera, og kannski hann illusion. Kannski, við veitum það ekki. Ég veit það ekki. Líka mann ótrúlegt dæmi, sko. Og það náttúrulega ekki hægt að aðskilja huga og eða þú veist, hérna, það ekki hægt. Eða þú veist, það bara eitthvað sem var bara gert til að geta kröfið fólk. Akkurat. Sko. Af því að það þótti svo hræðilegt. Já. Einmitt. Náttúrulega. Og það held ég það sem við höfum svolítið verið að gera, það að afbyggja þessa hugmynd svolítið. Já. Já, svona uppræta þessa klassísku tvíhyggju. En hún alveg bara til staða samt í, þú veist, eins og læknadeildinni. Ég veit ekki, þú veist. Einmitt. Það óslega hættulegt, sko. Já. Af því að líka minn, þú veist, ef maður meiði sig eða þarf að fara til tannlæknis eða eitthvað, þú veist, þá fer líka minn í sorgaferli, þú veist, þetta ekki bara, þú veist, og hérna, og hvað líka minn raun og veru rosalega næmur og viðkvæmur og hvernig við höfum kannski þurft að aftengja hann til að geta þjösnast áfram og farið óslega grófar aðgerðir á spítalum eitthvað, þú veist, ég held að það líka, ég held að, þú veist, læknisfræðin eftir að breytast með hugmyndafræði okkar líkamann. Þú veist, nú komur svona laser, þú veist, nú verður að gera miklu minna sem verður bara orkulækningar í framtíðinni. Já. Sem, þú veist, ég trúi því að þetta verður ekki svona gróft eins og, þú veist, þegar líkamann var líkt við að vera vél og heilan tölva. Einmitt. Þetta eins mikil smættun á líkamannum og huganum eins og hægt Já, vissulega. Ég myndi að kalla þetta svona hlutgeringu líkamanns. Þú veist, við hlutgerum líkamann. Einmitt. Og hann þetta svona hann ávarpari í 3. persónu. Það að segja, hann hlutgerður í 3. persónu. Og það náttúrulega líkaminn sem hlutfang í 3. persónu viðfang læknisfræðinar. Þú
veist, Einmitt. skilur. Þannig að svona það sem kallað er innleiðing svona fyrstu persónu sjónarmiðs inn í vísindalega rannsókn. Það er til dæmis framlag svona mikrofyrirbærafræði sem að er svona tiltölulega ný grein innan fyrirbærafræðinar og þú veist, ég er ekki að kredita eingöngu fyrirbærafræðina fyrir það, alls ekki sko, en ég er bara að segja, þú veist, Þetta er mjög vel þekkt. Í háskólanum að hlusta Grimm og Snar, sko, við getum bara tekið þetta góðeld, sko, einmitt. En en þetta með hlutgeringu líkamanns, hún nefnilega getur verið mjög hættuleg og sérstaklega þegar tölum við eins og læknisfræði, þar sem að er verið að, þú veist, eiga við líkama, að þá er náttúrulega, þú veist, læknisfræðileg þekking, þú veist, ef að hún myndi eingöngu að fara í þá átt, í þessa vélrænu átt, eða þú veist, bara með tækni þróun, þá hefur þessi hlutgering líkamans þróast, þú veist, þessi samlenging tölvunar og heilans og úrvinnslu líkamans, þú veist, sem mekanísk, þú veist, sem skýranleg, að hún, hún nær bara svo langt. Og mér finnst það einmitt vera svolítið svona siðferðilegt á hlutverk læknisfræðinnar, það felst í þessu að vera opnari. Þú veist, fyrir, það var svona, ég held einmitt sko, það er eitthvað að það, að maður skynjar það svo sterkt að það er eitthvað, það vantar eitthvað að brúa þarna. Ég segi bara, þú veist, bara ríkara samstarf á milli, þú veist, vísinda, heimspeki og lista. Og ég er ekki komið frá mér, þú veist, þetta eru, þú veist, vitna í Braidotti sem er svona, hún er talsmaður svona, eða einn talsmaður svona ný efnishyggju og það er önnur greinin heimspekina sem að í raun og veru að endur skilgreina efni og hvaða er að vera efni í líkamanum. Og mér finnst þetta ótrúlega Þú þurftum að hitta Gunnar Smára og tala um það. Hann er alltaf að tala um efnishyggju. Hann var örugglega mjög spenntur að heyra í þér. Endur skilgreina efnið. Vá, hvað þetta er samt svona, þú veist. Það er bók, íslensk það kom út Björn Þorsteinsson skrifaði verufræði. Þú ættir að lesa hana Íma. Því hann er einmitt að tengja sko svolítið. Ég get ekki lesa lengur. Nei. Ég er bara TikTok. Þú er bara TikTok, Já, rústa reikningum með Instagram sem ég þarf að fara TikTok. En sko einmitt, þá kemur spurningin sko efni, þú veist, þetta er svona pæling með, þú veist, við erum bara efni meðal efnis og það er þetta sífellda samspil á milli efnis í heiminum og og mér finnst einmitt, nú er ég svolítið að fara að hugsa tala hans áður, Please, tala, hugsa upp, hvað segir maður? Já, þetta er ég ger þetta stundum svolítið, við erum komin inn í ráðgátuna. Við erum í Mystery Box og þetta er hafsa þáttur, þú veist, það bara gerist, maður alls ekki að hugsa og tala, tala, hugsa seinna. En þessi hugmyndum þjálni, af því að þú veist, nú er ég að tengja til þín, sko, því ég veit að þú er búin að pæla svo mikið í þessu, þú veist, varðandi þjálni, þú veist, plasticity, þú veist, neuroplasticity, þú veist, að tala um þetta áðan, þú veist. Og þú veist, það er alltaf þessi stöðuga breyting, eða það er þessi stöðuga samverkun á milli umhverfis og líkama. Og og hugmyndunum þjálni gengur út á einmitt að tala um neuroplasticity innan svona áfallafræða meðal annars og þá verið að nota hana í svona terapeutískum tilgangi, þú veist, hvernig getum við umbreytt til dæmis, þú veist, líkamlegum viðbröðum við tiltekinni minningu eða hvernig getum við endur skilgreint upplifun okkar, þú veist, af ykkur ákveðnu, er það ekki svolítið þannig?
Jú, og svona búið til, já, nýtt, og svona, eða að heilin átti sig, eða sko að kerfi í heild sinn átti sig á að, þú veist, áfallið sér búið. já, það er liðið, Það er liðið. já, akkurat, Það er ein já. En það er nefnilega að tala svolítið sko að búa til nýjar taugabrautir, þú veist, að en mér finnst þetta svolítið áhugaverð samlíking sko, því að þú veist, það er svolítið verið að adressa heilan eins og hann sé ákveðin svona bara vel, þú veist, það er svona ákveðin velhyggja, þú veist, fólkin í því að þetta er raunveru. En hann er náttúrulega heilinu samt skoðaður, þú veist, þá er það heilin og allt taugakerfi sem liggur í gegnum allan líkamann. Nefnilega, Hefur ekki séð þessa mynd af heila sem kemur taugakerfi svona teikning, já, þú veist, og það er sagt, þetta er heilin þinn. Einmitt, Þú veist, akkurat, já, ef við ætlum að tala um heila, akkurat, þá verðum við að tala um allan líkamann, af því að hann liggur í öllum líkamann. Já, Og svo er þessi heili 2 sem er þarmarnir og allt það. akkurat. Já. Þannig að líkaminn í heild sinni, hann er í raun og veru, Ekki, já, einmitt, hann er ekki sko, það er ekki hægt í raun og veru að, þú veist, já, við erum ekki að fara að hlutgera líkamann og skýra hann sem vel, sko. En það er þetta, þú veist, þetta streymi upplýsinga já, og og upplýsingarna sem eru stöðugt að berast úr umhverfinu okkar og hvernig við vinnum úr þeim. Og og það er svona þessi hugmynd, sko, að einmitt, hlutverk líkamann sem miklu stærra heldur en við gerum okkur grein fyrir. einmitt. Og þessi, þú veist, það verður ekkert hugsað, þannig að, þú veist, það að skynja og nema og þú veist, það er, þú veist, skynsemi er í raun og veru, þú veist, það er ekki rökleg hugsun. Einmitt. Þú veist, það er Skynsemi. þú veist, það er bara svona, þetta er, Að vera, já, góður í að nema. já, Síðan líka hjarta, það nemur á undan svo kallum heila. já, ertu að meina þá svona í, út frá svona Já. Það er á undan, líffræðilegu, það er undan að taka við ykkur boðum og sína virkni þegar ég er svo léleg í svona anatómi, en er þetta ekki bara eins og talaður ég veit bara, veist, ég hugsa mynd bara Ég er alltaf að tala sem bara svona, þú veist, ég er algjör svona bara bara að tala eitthvað sem ég heyri TikTok. Þegar við öndum að okkur, ég anda, þú veist, súrefnið fer í blóðið, það fer fyrst í hjartað, Já. þú veist, áður en það fer nokkuð annað, hjartað, já, þannig að þetta er náttúrulega, já, en svona út á tilfinningulega sjónum með þetta að tala um það, kannski. Nei, ég held að það kannski, ég veit það ekki, sko, kannski að það viti best, eða þú veist, það sé það vitrasta í manni, hjarta. Innsæð, Já, ég veit sem, með viska. en það er alltaf svona flókið að fara einmitt að aðgreina þetta svona, Já, og og akkur nefna viljum við og það og kalla. nefna Já. það einmitt, og akkur vill maður gera það. Akkurat, til að Og það skilja, Það eru líka svona hugmyndir eins og segir sem maður er búin að læra eitthvað svona, maður er búin að læra eitthvað svona neðsta orkustöðun sem kemur þessi orkustöðunar og svo eru þær eitthvað nýjan á litin, já, síðan er heilin hérna, síðan er framheilin, síðan er limbiska kerfi, tilfinningaheilin, svo er amygdalan og svo taugakerfið og svo ég held að fingurnir að þessi mikið vitur hendurna séu svo vitrar líka ég meðum maður finnur það bara, maður er að koma við eitthvað og maður veit bara að þetta er gott, já, þetta er ekki gott, já, þú veist, á þess að þurfa að vita eitthvað svona, já, þetta er eitthvað lífræntræktað eitthvað, bla akkurat, en það er kannski gott fyrir þá og kannski eru misvitur í höndunum og þú veist, einmitt, þetta er þú veist, allt þetta svona einmitt það er rosalega mikilvægt að heimsbygginn sé að pæla í þessu mjög. af því, Það er engin annar að fara að gera það, sko.
Nei, ég segi svona. jú, það er Jú, kannski vissulega, engin já. annar sem læknadeildi myndi hlusta á. Og hún myndi samt líka vera svona, þið eru smá klikk í heimspekinni, Já. klikkuð, en þið eru vísindagrein, nei, þið eru fræðigrein og þið eru, þú veist, já, eins og segir, einhverju leyti vísindagrein og hérna, já, hver á að tala við? Já, Til dæmis læknadeildina já, þetta mikilvæga mál. Þetta mikilvæga mál, já. Einmitt. Ég trúi því að það sé svona óhjákvæmilegt. Þú veist, ég hef einhvern veginn óbillandi traust í dag á því að það eru bara vissir hlutir sem að, þú veist, eru og það verður ekkert hjá því komist í raun og veru. Þú veist, við getum ekkert hjá því komist að vera líkamar og hérna en vissulega getur maður alveg gengið í gegnum lífið og maður getur alveg sniðgengið, þú veist, vissar upplýsingar, maður getur alveg kosið að gera það. En stundum hefur maður ekki val, stundum bara koma þessar upplýsingar til manns og það að vera líkami, þú veist, í heiminum í dag og þurfum alltaf að, já, bara verða fyrir alls konar og vinna úr alls konar reynslu sem er í eðli sinni líkamleg. Já, En hérna, og svo við vinnum alltaf úr bara með líkamann. já, Ég meina það er ekkit öðruvísi sem við vinnum úr hlutunum Já. nema í gegnum líkamann. já. Og svo eru mjög oft misvísandi upplýsingar, þú veist, sem við fáum frá læknisfræði og hérna þannig að, þú veist, já, ég hef einhvern veginn trú á því að þú veist, við séum við erum bara á sama báti og það verður ekkert hjá því komist að einhvern veginn að samtalið, þú veist, eigi sér stað, sko. Og ég held að sé alveg að gerast, fólk er alveg að, eða þú veist, já. En síðan er þetta líka svona, þú veist, það fólk svona, já, heilsan er rosalega mikilvæg, fyrir að borða rosalega hollt og hreyfa sig mjög mikið og hérna, og það fyrir einhvern veginn að vera hugmyndinum á sért í lagi í líkamannum ef þú borða mjög hollt og hreyfir þig mjög mikið en það er alls ekkit, þú veist við erum ekki að tala um það nei, við erum ekki að tala um það nei, en hvað ertu að tala um? við erum að tala um, þú veist skynjun líkamanns, hvernig við nálgumst hans, hver er hugmynd okkar hann, þú veist, önnur en að þetta sé bara já, þá þarf að smyrja bílinn, já, þá þarf að gefa líkamann gott og bara, ég er alveg sammála því, Já. en þú veist, þetta er á allt öðru leveli. Já, Það að vera líkami. já, akkurat. Ég held einmitt í dag, og nú bara tala ég af persónulegri reynslu, en þú veist, mér finnst einmitt eitt af því mikilvægasta, hvað þetta varðar, að það eru þessi gagnvirku tengsla milli umhverfis og líkama. Já. Og hvað heilsa, þú veist, sem hugtak er rosalega hérna fluid, þú veist, hugtak. Einmitt. Og þú veist, heilsa er ekki, þú veist, mér í sjálfvald sett að svo miklu leyti að, þú veist, ef að upp kemur heilsukvilli, þú veist, þá er það stundum sko nauðsynlegt og gagnlegt að rýna, þú veist, út fyrir líkamann að nærumhverfi, frekar en inn í líkamann Já, til þess að finna rótvandans, fattarðu? Og hérna, og það að vanmeta áhrif umhverfis á heilsu, það finnst mér svolítið vera, þú veist, það er þessi þöggun, finnst mér, sem svolítið, þú veist, er bara, þú veist, já, bara, nú segi ég nú bara því ég er hérna, þú veist, akkurat í húsakynnum sósíalistaflokksins, að, þú veist, þetta er mjög andkapitalisk hugsun, sko, að hérna, að fara að rýna í þetta, að því að, Já, einmitt. þú veist, Einmitt. og bara, þú veist, já, en hérna, þetta er ekki vola, En mér finnst líka bara einmitt líka hérna líka
að sé ekki fegurð í umhverfinu. Það held ég að geti haft skaðlega áhrif á líkamann líka. Já. Þú veist, þá ert í ykkur umhverfi sem bara ógeðslega ljótt, sko. Og já, einmitt. Hvað er fegurð fyrir þér? Svo erfiða spurningar, þetta er heimspekilega spurningar, sko. Svo stórt orð. Já, ég veit það. Svo lítið orð fyrir svo stórt fyrirbæri. En ég veit alveg hvað mér finnst fallegt, þú veist. Já. Og það er náttúrulega svo ótrúlega margt sem kemur þar inn í. Þú veist, það er náttúrulega bara, þú veist, uppeldið og í hverju maður elst upp og svo er náttúrulega, þú veist, hef ég lært, þú veist, myndlist og veit ýmislegt fegurð. En hvað er fegurð? Hún er náttúrulega líka bara tilfinning líka, en þú veist, en samt augun eru 2 heilar sem að þrissir út úr höfuðkúpunni. Já. Og svo þetta er næring fyrir hlýtur að vera allt höfuðkerfið mitt. Hvað ég horfi á. Já. Hvað ég læt inn í augun. Hvernig þið líður. Já. Af því að sko, já. Af því að sko. En maður getur opnað sig fyrir samt estetík. Já. Maður getur verið rosalega þröngur, þú veist, eitthvað svona með þröngt sjónarhorn á estetík, en maður getur opnað það líka og auðvitað getur maður varpa ljósi á umhverfið sitt og þannig búið til fegurð. En þá verður maður að vera svona meðvitaður að eins og ég get séð þetta snúrufarganinn á gólfinu og ég get opnað hugan og svona séð, já, þetta er áhugavert, þetta er fallegt á einhvern hátt. Ég get séð, þú veist, þá er ég búin að varpa ljósa á það. Einmitt. Já, þetta er einmitt með sko fagurfræði, þú veist, eins og við tölum fagurfræði einmitt sem sko fagurfræði eru náttúrulega, þú veist, heyrir undir öll skynfærir okkar. Þannig að þú veist, fagurfræðileg upplifun, þú veist, hún er náttúrulega, það ekki rétt hjá mér, og þú veist, hún heyrir undir ekki einungis sjónræna skynjun, hún heyrir líka undir hljóðræna skynjun og hún heyrir undir öll skynfærin eru samankomin í að nema eitthvað og þú veist, hvenær verður reynsla fagurfræðileg og hvenær er reynsla ekki fagurfræðileg. Þetta er svona áhugaverðar spurningar. Það er ekki hægt að svara þessu. Er ekki heimspekingar alltaf eitthvað krukka í þessu? Jú, vissulega. En hvernig voru skólafélagarnir úti? Hvernig týpur voru þetta? Þetta er óslega fyndið, af því að það er náttúrulega stereótýpan, einhvern veginn af heimspekingnum. Já, sko, einmitt, ég er svolítið búin að reka á það, sko, og ég er svona einmitt bara, ég vildi óska þess að ég hef tekið BS í verkfræði líka, sko. Í alvörunni, hefurðu haft áhuga á því? Nei, ég segi bara svona, veist, ég En þú hefur líka verið skrítin þar, sko, held ég. Já, eflaust, sko. En varstu skrítin í heimspekinni? Eða, þú veist, Nei. Þú veist, ég er sem ekki kamiljón, þú veist, ég á rosalega auðvelt með að bara svona falla inn í, sko. Veist, ég get alveg gert það, en ég get líka alveg, veist, ég veit það ekki, ég get eiginlega ekki séð sjálf á mig út frá, þú veist, en það var ótrúlega gaman að, sko, mér fannst það algjör forréttindi að einhvern veginn, ég var búin að vera hérna heima í bíónámi og einhvern veginn allt mitt félags, þú veist, auðvitað eignaðist ég náttúrulega vini í heimspekináminu hérna heima og þú veist, á enn þá, þú veist, einn minn besta vinkona í dag, við kynntumst einmitt hérna þar, sko, en það var hérna alltaf þessi annar heimur samt. Mér fannst, ég náði ekki alveg að tengja þá. Og svo einhvern veginn
fór ég til Belgíu og þá var ég alveg bara lent í einhverju kaþólsku þorpi og eina fólki sem ég hitti voru bara, þú veist, samnemendur og þetta var eina sem var gert og talað þú veist, og það var svo mikið forréttindi að koma inn í svona, þú veist, og vera bara svona algjörlega, þú veist, full on, þú veist, ekkert annað í gangi og hafa bara næði til að sinna einu og það voru rosalega mikið að það voru allir þjóða kvikindi og þetta var alltaf kaþólskur háskóli þannig að það voru alls konar svona trúar samtakatengsl við þú veist þannig að það voru Bandaríkjamenn, Kanadamenn og þú veist en líka eins og frá þú veist kaþólskum nýlendum eða þú veist í Afríku þannig að það var þú veist Kína Rússland einhvern veginn, það var bara svona landamarlaust bara svona algjörlega landamarlaust svæði en kennararnir voru svona frekar einslitir, þetta voru allt saman karlmenn á vissum aldri já og hvað voru þið síðan bara þú veist, borða saman, tala heimspeki alltaf Hegel og lífið já, úsla gaman þetta úsla skemmtilegt ég bara, þú veist, og ef maður myndi fara aftur sko, svo margt sem maður myndi bara maður áttaði sig ekki á því hvað þú veist, miklu forréttindi hvað maður var lánsamur að því þetta líka svona eitthvað neginn svona þröngt þetta ég get ímyndað mér svona eins og myndlistin það var svona eitthvað neginn listháskólinn og það var bara þú veist, maður var alveg inn í þessu og alltaf tala þetta og eitthvað neginn og sumir, já, ná eitthvað neginn að vera alveg inn í eitthvað einu svona en það ekki sama samfélag sem átt þá eða eins og viniðinir úti í skólanum þú veist það er alltaf bara allt annar tími í lífinu já, aðra aðstæður hvernig mér langar svo að sjá þetta fyrir mig hvernig þú veist, eru það hittast heimspekingar þetta svo barnalega spurning það alltaf læg já, nei, ég held aðalega bara þú veist, náttúrulega háskólar á Íslandi náttúrulega, þú veist, aðalega háskóli Ísland sinni náttúrulega rannsóknarstarfi og þannig að já, það eru svona ýmislegt til dæmis og svo nýtt rannsóknarsetur líkamlega gagnrýnin hugsun sem að Sigríður Þorgeirsdóttir og Donata Schöller hafa komið á stað. Býtu, hún ekki eitthvað sérhæfir sig í Nietzsche eða er það hún? Hún skrifaði Nietzsche ábyggilega í doktorsnámi. Já, en bara þróa bara nýja hreyfingu innan heimspekinnar. Nákvæmlega, sem svona líkamstilfinninga með. Það hún með podcast Sigga Sofí. Er það? Já, mjög skemmtilegt. Já, ok. Það þættir. Ég hlusta mikið á hann í útvarpinu. Meðal annars þáttur sem að þú þarft að hlusta á, þar sem hún að tala Sigga Sofí, heitir þáttur það? Já, Sigga Sofí, já. Okay. Hún að tala því að það tengist svo inn á þitt bara inn á þína hæfileika. Hún að tala heimspeki Eugene Chandler og mikrofyrirbærafræðin og það verið að tala aðferðir innan líkamlega gagnrýninnar hugsunar til að í raun og veru skynja og hugsa upp á nýtt og þetta er svona aðferð sem að fæðist innan psykotherapíu þannig að þetta tengist mjög mikið inn í sálfræði og sérstaklega eins og áfallafræði og svona. Já, ok, ég þarf að tjekka áhugavert, sko, já. En svo er rosalega margt annað spennandi, sko, og svo endalaust, já. Og ég er svona binda voni við að við erum búin að einhvern veginn smíða einhverja hugmynd eða eitthvað verkefni að doktorsnámi en ég er ekki alveg svona komin þangað, sko. Það er líka, já, en ég er svo forvitin, þú veist, eru heimspekingar eitthvað, ég er alltaf pæli, sko, hvað veit þetta á?
þú veist, að skoða svona samtíman og ekki svona hvað er samtíminn ömulegur með að við hvernig allt var einu sinni þegar allir voru að lesa óslega mikið af bókum. Já. Þú veist, hvað veit þetta á? Hvað veit þetta á? Allt sem er að gerast. Hvað er svona, hvað er þetta, þú veist, það er kannski meira hagfræðin eða hvað, þú veist, að spá í svona, hvað verður úr Framtíðin. þessu? Framtíðin. Já, hvað verður úr þessu? Já, við náttúrulega getum ekki vitað það fyrirfram. Þú veist, við erum stöðugt við erum stöðugt að labba inn í hið ókunna. Þú veist, við getum alveg talað okkur trúm ýmislegt og gert plan. Og reynt að rekna þetta út. Síðan er maður að reyna, það er óslega fyndið, maður að reyna að rekna eitthvað svona út og maður er svona sjá fyrir sér daginn og maður er búin að skipulega þetta og reikna og yfirleitt þegar maður plottar óslega mikið hvernig maður ætlar að stýra þessum degi það kemur eitthvað svona mjög óvænt algjörlega ófyrirsjáanlegt og bara snýr öllu. Já. Ég elska það. Mér finnst líka ógeðslega gaman þegar ég lendi í því. Þú veist, það var bara eitthvað svona eitthvað fáránlegt sem gerist. Sérstaklega því ég komin í svona mikromanagement þá er þess að heiminn segja nei, þú mátt þetta ekki. Einmitt. Þú veist, þú ert út fyrir þitt svið, sko. Ég elska skipuleggja, veist, og ég elska, þú veist, og ég skrifa alltaf lista og allt svona, við erum bógir, sko. Mjög, já. En, þú veist, á listanum, á blaðinu, að þá er alltaf rými fyrir hið ódreiknanlega. Í alvörunni, hvernig þá, í tímanum? Ég meina, þú veist, vissulega náttúrulega stundu það maður bara halda schedule, sko, en eins og þú segir, hendingar heimsins, að þar eru ekki á okkar valdi stundum. Nei. Og stundum er það góðar, stundum er það slæmar. Og... En það ekki alltaf in the end góðar? Þú veist, in the end, bara svona... ef maður er með rosalega vítt sjónarhorn á þetta bara, þú veist, fer út í game og horfir á þetta þaðan. Einmitt. Ég er búin að velta þessu fyrir mig, sko, varðandi bara svona frelsið og, þú veist, frelsið viljans, bara, hversu mikið er mér í sjálfvald sett, þú veist, varðandi þetta. Og ég held að eina sem að kannski, þú veist, við getum gert, það er kannski bara að ákvarða hvernig ætla ég að, þú veist, hvernig ætla ég að hugsa það? Já, afstæðan. Já, afstæðan. Já. Ég heyrði líka eitthvað staðar, þú veist að maðurinn varð svo kvíðinn við það að fá svona mikið val, sko. Og það er einmitt það, og veist, en samt getur maður ekki sagt sig við þá hugmynd að vera viljalaus. Veistu hvað ég meina? Að maður hafi ekkert val í raun og veru. Einmitt. Að maður sé bara, þú veist, þetta mun og það er eitthvað sem trúa því að við höfum ekkert val. Já, vissulega. En þá losnum við með kvíðan, valkvíðan. Það skiptir engu máli koma velur. Já. Ég veit það ekki, ég er rosalega hrókafull gagnvart svona sjónum með mér. Segðu mér. Nei, mér finnst það bara mér forréttindablinda. Já, þú ég veit ekki neitt. Nei, þetta er bara svona, þú veist, ég hefði sagt allt annað fyrir 10 árum, skilur, en þú veist, í dag ég einhvern veginn bara svona, þetta er eins og ég var eitthvað sem að, þetta minnir mig á bara við vorum að tala um þennan podcast þarna, það verið að tala um mér var svo flott orð, hún talaði um hún notaði orðið viðbragðsvera. Það er að segja, þú veist, hún var að tala eitthvað, þetta var eitthvað í samhengi við Hönnu Arendt og ílskuna og eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað var verið að tala um, en þú veist, það bara manneskja til dæmis er tekin og sett í útrýmingabúðir og hún er bara lokuð inni og hún það hefur verið að fara að drepa hana. Þú veist, hið mannlega ástand, þú veist, hvað verður hið mannlega ástand og þarna talaði Sigríður Þorgeirsdóttir
þá breytist mannveran í viðbragðsveru. Hún algjörlega, hún missir alla stjórn og allt vald á ytri aðstæðum. Þannig að hún bara að bregðast við, fattarðu. Og og þarna, þetta gerðist, þetta raunveruleiki og þetta að gerast í heiminum í dag. Þannig að, þarna til dæmis, ef ég væri sett í útrýmingabúr, þá myndi ég upplifa hvað það að missa þetta val, skilur ég. Þannig að mér finnst þetta svona einhver, ég veit það ekki, einhver svona forréttindablinda að halda það að, já. Það var geðlæknir sem var í útrýmingabúðunum og hann sagði að þeir sem, og hann lifði af, sko, hann sagði þeir sem lifðu þess að vist af var fólki sem gat leita skjóls innra með sér. Og þetta kemur inn á það sem að ég búin að vera með á heilanum í eitthvað tíma. Ég með þetta á heilanum, sko. Já. Og ég er að skrifa rannsóknarritgerð þetta, sko. En ég veit ekki hvert þetta að fara almennilega, en það fantasían. Og það þessi, og þá ég tala fantasíu ekki sem, einhverja kynferðislega fantasíu eða einhverja ævintýrasögu. Ég er að tala fantasíu sem bara vitundarhátt á par við skynjun og minni, eftirvæntingu. Þetta háttur vitundar sem að snýr sér að því sem ekki, hér og nú. Já. Þannig að ef ég væri í útrýmingabúðunum, eina skjóli mitt að fara í fantasíuna. Já, hann talaði þetta sem að leita skjóls í sjálfum sér, að þú gast, það var eitthvað staðir innra með fólkinu og honum. Já, eitthvað staðir sem var hægt að dvelja í og þar var bara friður og gott að vera og þar gastu verið. Já, og það frelsi. Já, það frelsi. Og þetta inn í líkamanum. Já. Þetta innan líkamans. Einmitt. Sem þessi staðir Já, mér finnst þetta svo magnað. Já, og það ég meina, já, það ótrúlegt. Já, mér finnst eitthvað mjög merkilegt við þetta. Ég veit ekki af þetta himnaríki eða eitthvað. Þú veist, að þú gast lifað af bara verið í einhverju helvíti, mesta helvíti ever. Já. Þú veist, það nafnlaus og það búið að, þú búin að horfa ættingja en að fara í, þú veist, gasklefan og það búið að taka allt frá þér, allt. Vinnuna, þú veist, mat, allt, bara allt svo átt fötin, allt, þú veist, ekki með neitt. Og hlýðir bara, þarf það hlýða viðbrað bara, en það ekki bara viðbrað, þú veist, þú átt heim þarna innra með þér. Já, ég meina, það ekki líka þannig að innan trámafræða ekki talað það sem kallað afpersónuvæðing eða depersonalization. Það svo styrun veru, og það mjög þekkt, það ekki innan trámafræða, þú veist, það ef það verður ákveð rof á milli veruleika og óveruleika eða raunveruleika og ekki, veist. Þannig að sko eins og ég skil það, þú veist, þegar manneskjan í áfallinu þá fjarlægir hún sig úr aðstæðum. Já, hugrófið, sko. Hugrófið til þess að umbera og þola þjáninguna. Þannig að þetta eins konar svona coping mekanismi. Já. Síðan þegar áfallið liðið að þá hefur fólk glímt við það sem kallað svona afpersónuvæðing, að það sem sagt fer aftur að detta inn í hugróf, sko. Við ferum öll í hugróf, svona, þú veist, allir detta út, en það svona meira. Einmitt, en þetta það sem talað þú veist, þegar verður svona krónískt ástand að einstaklingurinn í raun og veru, sko, þú veist, það verður til bara nýtt í raun og veru. Það alveg mjög ykt, sko. Já. Eða þú veist, en samt í svona vægu samengi bara, þú veist, það þarna manneskja sem að til fyrir við atburðin og svo eftir atburðin hún ekki sama manneskja. Já, skilurðu, það einhvern veginn, það algjörlega nýtt identity orðið. Já. Og þessi afpersónuvæðing, sko, að því ég reyna að skilja með þetta svona að því maður myndi halda, þú veist, þessi innri veruleiki sem að veiti frelsi og gefur okkur griðastað, þetta svona gimlja
ef að það af henni góða, Mhm. fattaru, og það eitthvað sem að, þú veist, okkur ber að hlúa að, á sama tíma getur það líka orsakað Já, einmitt, svona ró. þessi skil. Já, akkurat. Ég veit hvað þú Og mér er svo áhugavert, sko, bara hvernig hvað þetta er mikilvæg brú, sko. Já. Um, En síðan líka, þú veist, kerfið okkar vill alltaf vel, vill okkur það besta. já, Og allar tilfinningar sem koma vilja okkur það besta. bara velíðan að lögmálið. Já, þau vilja bara vel. Já, Þú veist, alveg sama hvernig það byrtast. Þú veist, alveg sama hvað okkur finnst óþægilegt að vera með þeim, já, þá vilja þær okkur vel. já, Það er allt velvilja sem kerfið okkar gerir. akkurat. Þú veist, og ef við tölum parta, þú veist, það eru allir partarnir velviljaðir okkur út frá þeirra sjónarhorni, þú veist, og út frá tilfinningarnar sjónarhorni þá er það allt velviljað, en einmitt, síðan kannski fer það, en ég meina það má líka bara spyrja, akkur ekki, akkur er Já. það ekki að vera, þú veist, akkur ekki að lifa því bara að vera þannig. Já, Þú veist, þetta er allt, þú veist. einmitt. En finnst þér ekkert óþægilegt að geta, mér finnst ofta úrslega gott að komast að einhverju svona trúa, komast að einhverju niðurstöðu og vera bara svona, já, svona er þetta. Og vera bara, Einmitt. svona er þetta. Já, Mér finnst það ógeðslega þægilegt. vissulega. Og já, þið finnst það líka. En sem heimsbyggingur, þá þarf alltaf að einhvern veginn, er það ekki? Jú, jú, Þá þarf að augra þessu. jú, jú. Jú, maður þarf svolítið að brakka þetta. Já, maður Svona- þarf, Já, en OCD er líka þannig, svona þráhyggja. já. Það er svona, kemur alltaf og þráhyggjan er sko svona bully og hún spyr svona spurningar sem er svona spurning sem er ekkert að fá svar við, alveg bara finnur eitthvað þannig. Það er ómögulegt að fá svar við þessu, eitthvað. Einmitt. Þú veist, elskar hann mig, eða eitthvað, þú Já. veist, ég veit ekki, bara einhverja þráhyggju og getur tekið bara hvað sem er ekkert að fá alveg fullgilt svar. Og hún tekur það og Nærist á því. snýrði, já, kemur það bara, gjör svo vel, þú veist, þetta aftur. Svo fyrst þú eru búin að finna svarið, þá kemur hann, nei, en, þú veist, ef við skoðum þetta svona, þá er það ekki rétt. Og minnst heimspekin, ég veit Já. ekkert um heimspeki, en, Nei, fylgdu þessu já, eftir. ok, að heimspekin er svolítið svona eins og OCD, að þú veist, kom með eitthvað kenningu, heimspekikenningu og síðan kemur hún svona, nei, veistu, ég held ekki. Og fer með eitthvað annar hring í einhverjum öðrum pælingum og og þetta er svolítið svona, já, kannski heldur það sé mikið að fólki heimspeki með þráhyggju. Það getur bara vel verið. Þú veist, þegar þú Þú lýsir veist, þessu svona, þennan það getur vel huga verið. sem getur alltaf svona einhvern veginn og er reiðubúin að fara í þetta ógeðslega ferðalega með, þú veist, þessari óvissu og þú veist samt líka, þú farið eitthvað svar en það verður samt þetta að fara eitthvað svona, Einmitt. eitthvað krók að því Já. og finna eitthvað annað svar. Þetta er svolítið óþólandi af því að þú veist, Já, þú hefur svona bara, og til hvers þá? Þú veist, nákvæmlega. eða þetta er bara, þú veist, Já, til hvers þá bara vera bóðara? Þú veist, í akkur alvörunni? er heimspeki. Já, nákvæmlega. Einmitt, sko. Þess vegna held ég að þarna kemur inn svolítið bara svona óþægilega spurningin, þú veist, sem að maður verður að spyrja sig, þú veist, það er þessi persónulega spurningin, þú veist. Hvað er ég að gera? Hvað vil ég Nákvæmlega. segja? Þú En veist, ég meina- hef ég einhverja sannfæringu? Þú veist, hverjum vil ég miðla eða, og þú veist, já, En þetta er óþægileg spurningu öllum fögum og ég líka held bara það, sko. allstar, þú veist, Já. í myndlist, eitthvað, akkur er verið að gera þetta? Af því svo getur haft persónulega Akkur er verið að vera með stundum þetta vera ekki podcast, persónulegt. þú veist, Já, þetta er bara svona eitthvað tómhyggju ógeð. podcastar. Nei, ég er að tala um bara, já, það er náttúrulega æðislegt fyrir alla sem eru hættir að lesa eins og ég, en þú veist, það er þessi tómhyggja, sko, hún er svo ógeðsleg, finnst mér. Já, Ef ég hata eitthvað heimspekistefni þá er það tómhyggjan. já, Því hún er svo,
þú veist, hún kemur alltaf inn og bara allt einhvern veginn óþarft. Einmitt, einhver svona bara algjör nýhilismi. Já, rosa erfitt, rosalega kalt. Þetta þunglindi, sko. Já, Þetta þunglindi. já. Akkurat. En þú veist, verður maður ekki samt smá geðvikur að því að vera í heimspeki. Veistu hvað ég heyrði? Já. Því ég var unglingur, þá var eitthvað sem hafi lesið Nietzsche og ég heyrði bara þetta. Hann las eitthvað bók og það var Nietzsche, sko. Og hann var geðvikur. Hann var bara geðvikur að því. Það er ekki skemmtileg saga. Þetta var 22, hann er bara greið að Nietzsche er svo miskilin heimspekingur eða þú veist, þannig að fengið svona ákveðin stimpil á sig. Ég myndi að horfa á Netflix daginn eitthvað, þú veist, það var eitthvað tilvísun til Nietzsche, eitthvað Netflix þætti, þú veist, eitthvað bandarískum. Já. Og það mitt, þú veist, auðvitað var náttúrulega bara tilvísunin, þú veist, Ubermans og einhver, raðmorðingi og eitthvað svona, sko. En hann að Nietzsche er mjög miskilin heimspekingur. Já, ég veit. En þú veist, það kemur ekkit óvart samt að þessi tenging hafi verið gerð, sko. En jú, ég meina vissulega, en þú veist, geðveiki, þú veist, ég veit það ekki. Jú. Lestu rosalega mikið? Sko, nei. Nei. Eða, veist, bara svona það fer bara svolítið eftir bara tímabilum, þú veist, og dögum og vikum og hvað ég er að fást við, sko. En þú veist, núna er ég svolítið svona, já, og náttúrulega, og lífinu bara, þú veist, ég er náttúrulega bara svolítið mikið búið að ganga á hjá mér, þú veist, undanfærin svona 3 ár, 4 ár, þannig að ég hef ekki, þú veist, annað tók yfir, þannig að þegar eitthvað annað tekur yfir, þá, þú veist, þannig að þetta hefur svolítið svona þurft að, en já, en þú veist, það er svona rannsóknarverkefni sem er í gangi, þú veist, og ég er stöðugt að leita mér að, þú veist, já, en ég er með visst lesefni sem ég er að vinna með. Og það er þetta efnið á líkamann? Nei, það er sko, það sem svona working title er fyrirbærafræði fantasíunar. Já, það er fantasí. Já, og það er sko, en það er ekki hægt, þú veist, það er smá disclaimer fantasía sem hvað, þú veist, það er svolítið svona, ég er svolítið að skoða, já, ég er svolítið að endurvekja ákveðna þýðingu, þú veist, þessa fyrirbæris og við tölum gjarnan ímyndunarafl í íslensku tungumáli sem er mjög hlaðið orð og mér finnst mjög erfitt að nota ímyndunarafla því að það er þessi tilvísun til myndar og myndvitundar og sjónrænnar skynjunar og fantasía er eitthvað, fantasía er það ekki. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svona ákveðin, en ég er ekki að segja að ritgerðin fjalli eingöngu það, en þetta er svona ákveðin greinamunur sem þarf að hafa í huga þegar tala fantasíu. En þannig ég er að lesa mig til það núna, en annars, þú veist, en ég sakna svo, þú veist, ég sakna einhvern veginn, já, bækur, það er eitthvað svona við bækur sem að þú veist, maður getur alltaf komið aftur að vissum bókum. Það vantaði svo mikið svona myndmál þegar við vorum lítil, sko. Það vantaði svo mikið svona myndir og bara eitthvað svona fyrir börn. Já. Ég var rosalega þyrst í það, sko. Já. En síðan, þetta fantasían sem ímyndun, finnst mér mjög áhugaverð. Já. Þú veist, eins og í Book of Death sem er Tibetan, þekkir hana? Nei. Það var að lýsa hvað gerist þegar maður deyr. Tibetar, þetta er eitthvað svona mjög gamalt rit, Book of Death. Ég held hún heiti það. Og þá er það að lýsa sko á vissu skeiði þegar þú ert að deyja, þá ferð að sjá alls konar svona skrimsli og alls konar svona óværir einhverjar og þú ætti að gera þér grein fyrir því að þetta er allt hugurinn að búa þetta til að komast í gegnum þetta layer. Þú ert náttúrulega að reyna að komast út úr the wheel of suffering, þessu wheel of samsara að uppljómast og þurfi ekki að endurfæðast aftur í
þú veist, þessum heimi hérna sem er eitthvað svona wheel of suffering. Og þetta er líka sama í psychedelics, þú veist, þú ert alltaf að það sé hugurinn að birta þér og þú sér, en hvað er þetta þá? Akkur getur hann að þetta er, þú veist. Og hvað er þetta? Þú veist, er þetta hugrannar myndir? Nei. Þú veist, hvað er þetta? Hvað köllum við þetta? Já. Og hvað hlutverki hefur þetta gegna fyrir hver við erum og hvað við hugsum dagstæðilega? Ég held að þetta hefur miklu stærra hlutverk heldur en við gerum eitthvað grein fyrir. Já, einmitt. Og líka eins og í draumheiminum líka. Svo eru draumarnir, sko. Og hérna, þó ég vil alveg gera greinamun á draumum og því sem ég kalla fantasíu. Þó að vissulega sé skörun. En hérna, og svona þessi hugmynd sko, ímyndunaraflið eða í fantasíuna sem er sko svona aðstofkonu rökvísinar. Þú veist, að rökvísin sé æðri og hún gegni æðra hlutverki. Þú veist, það kemur að öllu. Finnstu það? Nei, ég er að segja, þú veist. Mér finnst það. Nei, ég er að segja, þú veist, það er svo stór miskilningur. Einmitt. Þú veist, þetta plagar. Þetta er bara svona. Þetta er bara að drepa okkur. Plagar vestræna hugsun. Já. Og þetta er náttúrulega það sem gagnrýnin beinist að. Þú veist, það er svolítið að bara uppræta, þú veist, þann mannskilning er svo márið komast. Og þegar hann er svo þröngur að það bara hálfa verið nóg með að við hinn heiminn. Já. Sko, ég er búin að vera að pæla í þessu, sko, því að ég má heldur ekki festa mig í hugmyndum fantasíu sem sköpun. Af því að það er líka ákveðin leið. Eða, þú veist, það er ákveðin svona trajektori sem að maður festist líka svolítið í. Að, þú veist, sköpun sé, því að sköpun er náttúrulega líka mjög svona stórt viðfangsefni, sko. En hérna, en ég, já, svona í þessu samhengi, þú veist, þá ég talaði sko, og ég bara, að því að, þú veist, ef maður fyrir bara aftur til Platón sem að er svona talin vera, þú veist, hann er ekki alveg sá heimspekingur sem að fólk, hérna, vísar til þegar verið er að ræða, hérna, sköpun og listir, vegna þess að hann náttúrulega taldi þær óæðri. Það er að segja skynjun, líkamlega skynjun er óæðri, þú veist, rökhugsun. Þannig að sköpun og listir geta aldrei, þær eru óæðri. Í hans huga. Já, svona, þú veist, en þó að hann náttúrulega átti í vandræðum með skynjun og þú veist, hann heimspeki á miklu vandræðum með skynjun og fantasía er mjög áhugavert hugtak þar innan að því að fantasía, hún á sér stað í skynjun. Fantasía getur ekki verið til án skynjunar. Nei, einmitt. Og það hugsun getur ekki verið til án fantasíu. Þetta er svona, en hann talar um greinamuninn á módeli. Þú veist, ég geri módel eftir skipi. Þú veist, þar er ég búið til afrit. Þú veist, er það sköpun? En þú veist, sá sem að gerði fyrstur, það er módel og paradæma. Paradæmið, það sem að fyrsta skipið, og síðan öll önnur skip eftir það eru módel af þessu formi eða þessu kílu. Þannig þetta er svona, hérna, já, þú veist, að því það talaði um sko sköpun sem eitthvað, þú veist, í svona einhverju samhengi nýjungar, þú veist, eitthvað sem er ekki já. Eða, þú veist, tjáning, þú veist, sem tjáning hvers, eða, þú veist, þannig þetta er svona, ég er að reyna að forðast fara þangað því þetta er bara svo rosalega, þú veist, það er bara annað plattform. Já. En hérna, já, man ekki alveg hvers sem komnar. Jú, með fantasíun. Já, með fantasíun. Hvað hann er. Já, þannig í raunveru núna er ég svolítið bara að ganga út frá greinamunum, sko, það er svo margar skilgreiningar, en það er svona ákveðin þemu sem að hafa alltaf, sem eru bara til staðar, þú veist, þar sem hún gerist það vild, það er sem greinir hana að frá skynjun, hún gerist það vild. Fantasía. Þú veist, ég horfi á þig núna, þú veist, ég get ekki
veist, ég get loka augunum, þá sé ég það ekki, Já. fattarðu? En ef ég opna augun, þá ertu hérna. Já. En þú veist, sama gildir ekki fantasíuna. Þú veist, ég get hugleitt, ég get fantaserað hvað sem hvenær sem Já, með opin augum, með loka augum. Já, bara, þú veist, og og já, þannig hún gerist það vild, sko, það ákveðin tengsl þarna yfir í frelsið, þar að segja. Og og svo líka þarna eitthvað varðandi raunveruleikan og hvað og hvað ekki. Þannig líka fara að snerta svona andleg mál. Nefnilega. Andleg mál og náttúrulega psychedelics líka og þetta óslega skemmtileg snertifleti. Já. Þetta svona framtíðamál, sko. Mér nefnilega taugalífeðlisfræði og fantasía. Hvernig tengir þetta tvennt? Það að segja, ég veit það ekki. Skilurðu, þú veist, þetta svo, þannig ég búin að leita svona hverjar eru nýja nálganir til fantasíu og það svona, það talaði svona staðsett nálgun til fantasíu. Ég aðeins að kynna mér það núna. Já. Að því að sko, já, en svo ég alltaf að spyrja mig bara, hvað ég að segja með þessu, þú veist, hvað hérna, en mér finnst eitthvað, það eitthvað svona, og bara í öllu sem að maður hefur gert alltaf, þú veist, það alltaf þetta sem að við vitum ekki alveg hvað við eigum að kalla, sko. En mér finnst það alltaf svona... Í öllu sem við gerum. Mér finnst það þú veist, mér finnst það eitthvað svona, það gaman að vera að gera eitthvað þannig. Skilurðu mig? Þú veist, og ég held líka bara eins og, þú veist, ég hugsa þetta að þú veist, vera að vinna með eitthvað sem tengist inn á andlega sviði, ég held að það sé ótrúlega þarft í dag og bara eitthvað sem skiptir máli fyrir framtíðinu í alvegni. En þessi þáttur átti alltaf að vera svona grín og hasa þáttur, en það alltaf, hann eiginlega allir þættir eitthvað svona andlegir. Þín vinna? Nei, en þú veist, líka bara, þú veist, ég held að það sé bara í loftinu, núna. Já. Það bara það sem... Það bara kosmist. Það sem að gerast. Þú veist, ef ég var ekki að gera þetta, þú veist, þá bara eitthvað annar. Þetta bara eitthvað svona sem heimurinn vill. Þú veist, eitthvað svona við þetta sem þú ert að pæla alltaf því hitti og við erum að tala saman, þá finnst mér alltaf vera með eitthvað svona alveg eitthvað óslega sem skiptir máli. Minnst ekki skipta máli að vera að fara í þessa gömlu kalla aftur og eitthvað sjá okkur nefn. Þú veist, mér finnst þetta bara svona, komið gott á þessu. Ég skil. Veistu hvað ég meina? Mér fyllri virðingu fyrir öllum sem eru í því. Já. En þarna, já. Að því við erum bara, þú veist, við erum einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, við erum alltaf að reka okkur á eitthvað sem bara gjörsamlega óskiljalegt. Ég veit það. Þú veist, og það eru stundum engar skýringar, hatturðu. Og þeir sem trú ekki á Guð, þeir trúa á geimverur í alvörunni, bara til að trúa eitthvað. Já. Þú veist, það eitthvað svona þörf í okkur fyrir að hafa og við verðum að leyfa því að vera óskiljanlegt líka bara lífinu. Og eða, þú veist, svona til að halda þessu eða, þú veist, ekki til að því að, já, svo deyjum við og þá fáum við að vita meira örugglega. En þarna, veistu hvað, líkaminn korpus lík. Líkami. Líkami, já. Við verðum að koma að því alltaf að dauðan líka. Já. Dauðin. Gaman. Það bara, ég var að segja okkur viðtölu Nick Cave, hann var að segja, þú veist, lífið bara, we are creatures of loss. Já. Hann búin að missa 2 syni, sko, alveg rosa tragist. Og hvað gaman að hitta þig. Hvað var mikinn tíma eftir? Við erum bara að fara að vera búin. Já, bara, þú veist, að koma hingað
í eitthvað svona óundirbúið samtal og farin í eitthvað ferðalag. Það er alltaf gaman að gera það með þér. Sömuleiðis. Ég bara, þú veist, ég veit bara að þú átt og ert búin að skrifa hluti sem eiga eftir að, Já, Og við vissirðu- sjáum hvað verður þetta líf. En vissir að Forseti Íslands er líka vog? Já, er það? Já. Já. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Jú. Það er góðsviti. En það er ágætt. Ég meina, mér finnst bestu konurna náttúrulega alltaf verið í nautsmerkinu en Vogin er alveg þarna. Nautið er flott. Up Það er to líka alley, sko. Venus. Það er Venus, Venusin, já, er að stýra því. Einmitt. Svo þær eru náttúrulega svo, þær kunna þetta með líkamann, sko, nautið. Já. Og svo er þær náttúrulega Svo jarðtengdar, þekkja fegurðina. Já, einmitt. Ég elska jarðtengt fólk. Ég- Ég er að stefna á það, sko. Mega Hvað? jarðtengingu. Já. Einmitt. Sérðu það ekki? En fer ekki að kenna líka? Vonandi. Það er svo margt sem mann langar að gera. En mér finnst einhvern veginn bara svo náttúrulega tíminn, sko, þessi ekonomiski tími. Ég pínur hrætt við hans að dana því að ég einhvern veginn missi svo tíma og aldurslaus og þú veist og þetta með sko það er svo mörg hliðsta líf sem að maður er að lifa á sama tíma þú veist að já þannig ég pínur svona einhvern veginn bara byrju er ég að renda tíma veistu ég er svona Nei, veistu þetta er bara ég er búin að fatta þetta með tíman svolítið að það Já, hann er alveg do tengdur tell hann er bara tengdur taugakerfinu já, hann er bara upplifun að tímanum er bara taugakerfið í okkur já, bara algjörlega já, og þú veist það er bara og það er bara upplifun Já. það er bara skynjun út frá taugakerfinu þannig að það hlúa að taugakerfinu Já, það er Breytir mjög tímask- mikilvægt já, breyti tímaskyninu líka bara svona fyrir þú veist að eldast vel hvað er að eldast vel og ég er bara svona búin að pæla í þessu sko frumuheilsa, taugakerfið en ég mitt áttum ekki alveg sko já, að næra taugakerfið bara þú veist, ef maður nær að róa taugakerfið Já. og en í heila heiminu sem við búum í dag fattar við, það, ég held að sé þú veist alveg heimurinn er ekki þú veist við þurfum nefnilega alveg að sér sníða ég held ekki ekki, nei, ég held ekki er þetta bara svolítið spurningum að það búið að koma svolítið til mín undan dag að tappa inn í hluti ég ætla svona tap into hvernig þú veist, bara þú veist eins og með taugakerfið þú veist, er ég þú veist, ef ég, ég býti kjöraðstæði fyrir taugakerfið mitt, en síðan þarf ég að beita ákveðnum aðferðum við að bara halda því rólegu já, skiluru bara þetta hefur með alls konar stjórn og bara þetta er kunst, og já, viðþorf einmitt og bara alls konar, Allt. þetta er náttúrulega ekkit einfalt en ég er samt búin að sjá þetta sko já, bara tímaskinni er það er bara, tímaskinni er bara við svo allt þetta hafa lítinn tíma, þú veist, mikinn tíma þetta er bara þetta er eitthvað algjörlega sem við þetta er ekki eitthvað þarna úti tími nei, og svo komum við og erum bara, það er svo lítill tími einmitt já, Það- akkurat já, það er bara, já þetta er svona hinn líðandi tími sem en að þetta er eitthvað meira, ég veit bara þetta allavega, en síðan er þetta bara eitthvað mystería já, en ég held alltaf sé þetta, þú veist, eitthvað svona tilfinning vissulega og það er einmitt eitthvað Kannski. sem að heimspekin hefur svolítið þú veist hérna hjálpað okkur með að skilja að þú veist að tími er ekki bara hérna mæleining þú veist hún er ekki það er ekki að smætta hana fyllilega í Nákvæmlega. sekundur þú veist í starffræði í rými
og að gera greinamun á rými og tíma í dag svona það krefst gagnrýnar hugsunar að hugsa tíma ekki sem mæleiningu. Já, og þurfum að aflæra svo margt, svo það er svona gagnrýn hugsun sem, og líka svona, einhvern veginn svona, virkilega mikið sem það þarf að aflæra. Og tappa inn í þessa líkamlegu þennan veruhátt. Já, einmitt. Svo mikil vitleysa sem maður lærði. Já, nefnilega. Já. Og líka, einmitt. Já. Svo kannski, En ég held að sé aðalega eldast vel sé að þroskast. Ég held að kannski allt þetta það sé að þroskast og þá einhvern veginn verði það er búið að rannsaka fólk að setja honni sér ógisla mat og það heldur sér rosalega hollt og setur honni sér eitthvað rosalega hollt og það láti halda sér óhollt og insulínu fyrir upp og allt. Við erum svo mikið líka placebo, við erum alveg bara rosa dýnamísk, sko. Og alveg svakalega. Já, og bara of stundum. Og það er einmitt eitthvað sem að við svona, þeir sem að eiga mjög auðvelt með að hvaða orð væri rétt að nota, að líða með, að empathísera. Þeir sem eiga auðvelt með það, það er einmitt að og ég held ég að ég er svolítið farin að efnisgera það líka samt, bara með umhverfið almennt, að vera, hversu drægur ertu? Hversu drægur? Bara hversu mikil svona bara sem mannvera, bara með allt það sem er í kringum okkur, Já, einmitt. Kunna velja. Já. Sína efnalæsi. Og svo framvegis. Mér langar svo að verða samt bara svona síhölk og geta þóla allt. Já. Mér langar það. Já. Bara vera bara þóla ógeðslega miklu streitu, ógeðslega mikið bara, allir er eftir að deyja, bara við erum eftir að þóla svo mikið í þessu lífi. Við erum eftir að þurfa að yfirgefa allt. Alla sem við elskum þegar við deyjum, og mér langar svo þú ert í podcasti. Afsakið, ég bara heyri þér síður, góða mín. Þetta fyrir beint út, bye. Já, bye. Hver var þetta? Steinun Ólína. Engin önnur. Mér langar svo að vera svona, og ég held líka að sé svona að vera léttur og vera svona vera og þroska sig og og eitt sér að fá svo mikið núna að það er þetta æðruleysi sem er svo mikill lykill. Þetta æðruleysi, að vera æðruleys og vera bara Algjörlega, það er einmitt þetta með að brakka þetta, það er bara þú er að koma nektin, auðmýktin, varnarleysið, að ekki vera í ótta. Einmitt. Og það verður skjöldur mann, það að eins og ég held að maður ég held að ég var yngri og var að ferðast rosalega mikið. Ég held að sakleysi mitt og svona óttaleysi það hafi verið svo mikið vörn einmitt og bara svona þessi opnun. Maður er eins og bara eitthvað svona teiknumyndafígura sem bara
að skilum mig, kemst að, þú veist, það bara dettur steinn og bara, þú veist, lítur undan og hann fyrir ekki á mann og allt þetta hérna, þessi liðleiki, sko, í sækíkinu. Já. Já, ég er svona blómið og sverðið, sko. Svo satt. En, já, þetta er mjög fallegt. Ég sá þetta, þegar þú sagðir þetta, ég sá þetta fyrir mér sem svona litla kvikmynd eða örsögu. Já. Þarna, ungu stúlkuna sem að bara, þú veist, fyrir gegnum heiminn og einmitt hún, það er sakleysi sem að, já. Já, þetta sakleysi og svona þessi opni hugur. Já. Og líka, þú veist, að vera alltaf að varpa svona ljósi á allt. En það er að góðum dögum. Þetta þykir barnaskapur mér alveg Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Ég elska hana lit. Þetta er ekki æði. Já. Mér finnst þú alltaf í svo flottum föður. Ég er alltaf bara alltaf þótt þú vera bara eina af þessum. Þú og Bryndís og þetta er svona nokkra sem eru bara, þú veist, eitthvað estetík séni, sko.